Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Komið í sæl og blessuð. Nú höldum við áfram með rauða þráðinn og næsti kaflinn hér í bókinni heitir Guð finnur Abram. Með þann bakgrunn sem við höfum núna eigum við auðvelt með að skilja það sem gerðist þegar Abram mætti drottni. Fjölskylda Abrams dýrkaði einni hjá Guði, þau bjuggu í borginni Úr sem var nálægt Babylon og þar dýrkuðu menn tunglið. Slíkur dýrkandi sagði einu sinni við trúboða að tungldýrkun væri af eðlilegum ástæðum réttari en sóldýrkun, því að tunglið lýsir á nóttinni þegar það er dimmt og þörf fyrir ljós, en þessi heimska sól lýsir á daginn þegar það er bjart. Úr svona umhverfi kallaði Guð Abram. Hann átti að yfirgefa sitt heiðna land og fara til lands sem Guð ætlaði að sýna honum. Guð sagði honum ekki hvert hann ætti að fara. Hann ætlaðist bara til þess að Abram færi og treysti handleiðslu Guðs. Hann varð að byrja á trúarskrefi. Guð lofaði að blessa hann og gera hann að blessun. Og þetta sjáum við í 1. Mósebók 12 og fyrstu 9 versunum. Síðir kom Abram til Kanaanlands. Drottinn opinberaði sig fyrir honum og sagði: niðjum þínum vil ég gefa þetta land. Abram gerði þá drottni altari og ákallaði nafn drottins. Nokkru síðar kom orð drottins til Abrams í sýn. Guð sagði: óttast þú ekki, Abram, ég er þinn skjöldur. Laun þín munu verða mjög mikil. Skýrt svar. Abraham velti því fyrir sér hvernig hann ætti að skilja þetta. Hvað ætlarðu að gefa mér? Ég fer hérðan barnlaus og Eliezer frá Damaskus verður erfingi hús míns. Guð talaði nú við heiðarlegan mann sem vildi fá heiðarlegt svar. Það er oft sagt að menn eigi ekki að efast Guðs orð, en ég held að Guð vilji að við spyrjum hann ef við skiljum ekki. Ef einhvern veginn brestur visku, stendur í Jakobsbréfi 1:5, þá bið ég hann Guð sem gefur öllum örlátlega átölulaust og honum mun gefast. Guð gaf Abram skýrt svar í smáatriðum. Fyrst fékk Abram að vita að hann myndi eignast son sem erfingja, já að niðjar hans yrðu svo margir sem stjörnur himinsins, og Abram trúði því. Þó svo að trú Abrams hefði gengist undir strangt próf þegar hann yfirgaf Úr í kaldi og hélt áleiðis til framandi lands að boði Guðs, þá var erfiðar að trúa þessu að hann skyldi eignast son þegar hann var það bil tíræður og konan hans nýræð. Abram gat ekki á sér setið að hlæja og Sara gamla faldi sig á bak við tjaldið og flissaði. Drottinn Guð, hvað skal ég hafa til marks að ég eignist son? Og við lesum hér nokkur vers innan bókar úr 1. Mósebók 15. kafla. Þetta sagði Abram, þá svaraði Guð honum: óttast þú ekki, Abram, ég er þinn skjöldur. Laun þín munu verða mjög mikil. Fær mér 3 vetra kvígu, 3 vetra geit, 3 vetran hrút, turtildúfu og ungadúfu. Og hann færði honum öll þessi dýr og hlutaði þau í sundur í miðju og lagði hvert hlutin gegnt öðrum, en fuglana hlutaði hann ekki sundur og hræfuglar flugu að ætinu en Abram fældi þá burt. Sól var að renna, leið þungur svefnhöfgi á Abram og sjá, felmdi og miklu myrkri sló yfir hann. Þá sagði hann við Abram: vit það fyrir víst að niðjar þínir munu lifa sem útlendingar í landi sem þeir eiga ekki, og þeir munu þjóna þeim og þeir þjá þá í 400 ár. En þá þjóð sem þeir munu þjóna mun ég dæma, og síðar munu þeir þaðan fara með mikinn fjárhlut. En þú skalt fara í friði til feðraðinna og þú skalt verða jarðaður í góðri elli. Hinn 4. ættliður þeirra mun koma hingað aftur, því að enn hafa Amorítar eigi fyllt mæli syndar sinna. En sól var runnin og myrt var orðið, kom reykur sem úr ofni og eldslogi leið fram á milli þessara fórnastykja. Á þeim degi gjörði drottinn sáttmála við Abram og mælti þínu afkvæmi, sæði, stendur í sænsku biblíunni, gef ég þetta land frá Egyptalandsáni til árinnar miklu, árinnar Efrat, 1. Mósebók 15. Guð talaði mál sáttmálans.
Abram tók við svarinu og gerði nákvæmlega eins og Guð hafði sagt og hann gerði einnig það sem Guð sagði ekki. Takt eftir því. Hann aðskildi hlutana því nú skildi hann að Guð talaði mál sáttmálans. Og þeir sem hafa hlustað á þessa lestra út frá blóðsáttmálanum, rauða þræðinum, að þeir vita hvað hér er að ræða. Það Guð vildi gera blóðsáttmála við Abraham. Þess vegna var Abraham svona fljótur, hann vissi hvað þetta þýddi, þetta var háalvarlegt. Abraham spurði, hvað skal ég hafa til Mars? Guð svaraði, tilreitu dýrin. Aha, hugsaði Abraham, þá veit ég að það sem Guð segir satt og það mun verða vegna þess að loforðið verður innsiglað með blóði. Þessi blóðsáttmáli var í rauninni ekki nýr sáttmáli, hann var framhald heitsáttmálans sem gerður var við Adam og Evu þegar drottin lét blóð fórnardís hylja synd mannsins og þegar drottin gaf loforð endurlausnara í framtíðinni. Þetta sami sáttmáli og Guð staðfesti við Nóa þegar hann reisti þá drottni altari og tók af öllum hreinum dýrum og hreinum fuglum og fórnaði brennifórn á altarinu. Þetta í 1. Mósebók 8 og 20. Sáttmálin við Abram hefur þó algjöra sérstöðu, því nú var komin vísir að þjóð sem skildi fæða fram endurlausnaran sem lofað hafði verið. Guð segir, Abram, ég þinn skjöldur, laun þín munu mjög mikil verða. Af Guðs hálfu þetta það sama og að segja, hér skekkja mín og hér belti mitt. Guð hefur enga raunverulega skikju til að skipta við Abram, en þar sem skikjan táknar þann sem ber hana, gefur drottin sig Abram. Guð segir, Abram, hér hefur þú mig, ég býð þér sjálfan mig, það sem ég og það sem ég hef. Ég skjöldur þinn og laun þín, ég gef þér helgi mína og réttlæti. Ég gef þér líf mitt, Abram, og lofa þér því sem af blóðsáttmála krafist, ef þú samþykir þennan sáttmála við mig. Ég skjöldur þinn og mun venda þig og berjast fyrir þig. Ef einhver herjar á þig, jafngildir það því að viðkomandi herja á mig. Þitt tjón mitt tjón. Láttu mig gera þetta, því þú skalt vita, Abram, að niðji, eða eins og stendur í sænsku þýðingunni, sæði, niðji þinn mun verða blessun fyrir allan heiminn. Ég mun blessa þig og skapa af þér mikla þjóð. Hann öðlast vald með Guði. Og menn geta gerð sér í hugalund að Guð hafi haldið áfram. En Abram, þú skalt einnig gera þér grein fyrir því að ég geri ekki þennan sáttmála við þig vegna þess að þú eigir það skilið. Nei, Abram, ég hef þetta frumkvæði og geri þennan sáttmála við þig vegna þess að ég elska þig, ekki vegna þess að þú eigir það skilið. Og Abram skilur. Hann þurfti ekki annað en að rifja það upp fyrir sér þegar hann gaf konuna sína í tvígang. Og það lesum við framar í frásögun af Abram í 1. Mósebók. Með því að láta Abram hluta dýrin í sundur eftir hrygnum endilöngum sýnir drottin vilja sinn til þess að gera blóðsáttmála með öllu sem honum fylgir. Abram veit að blóðsáttmáli nánasti, varanlegasti og helgasti sáttmáli sem hægt að gera. Hann órjúfanlegur. Abram veit því að Guð verður að standa við það sem hann hefur lofað. Hann getur treyst þessu og hann veit hvað það þýðir fyrir hann sjálfan. Hann hefur öðlast vald með Guði, hann getur gert kröfu til hins hæsta. Hér þó eitt vandamál. Hvernig getur sá sem skapaður gert sáttmála við skaparinn? Hvernig getur veikburða syndari staðið augliti til auglitis við hinn eilífa, milli kjötstykkjana og gengið sáttmálarhingin á milli þeirra og gert allt hitt sem til í svona gífurlega mikilvægum sáttmála? Hvað getur Abram boðið Guði sjálfum? Ekki getur hann bjargað eða hjálpað honum á neyðarstundu. Þó svo að Abram ætti öll auða við jarðarinnar og fórnaði þeim Guði, gæti það ekki gert hann að verðugum fóstbróður fyrir Guð. En við sjáum í 1. Mósebók 15 og 11 að Abram reyndi að minnsta kosti að hjálpa Guði með því sem þurfti að gera. Þegar hræfuglar nálguðust kjötið og reyndu að eyðileggja sáttmálan áður en hann var til, stuggaði Abram við þeim. En líklega hefur drottin brosað að viðleitni Abrams, ef til vill sagt hreint út við hann, þetta verði ég að gera sjálfur. Ef þú reynir að vinna að þessu og blanda þér í þessa sáttmála athöfn, verður þú til trafala vegna þess að þú ert óhreinn. Ég verð að gera þetta einn. Ég ætla að sverja við sjálfan mig í þessum sáttmála.
og til þess að þú freistist ekki til að hafa afskipt af þessu og hjálpa mér, verði ég að svæfa þig og meðan á athöfninni stendur. Þegar henni er lokið skal ég vekja þig. Og svo stendur í 1. Mósebók 15:12, sól var að renna, leið þungur svefnhöfgi á Abram og sjá, fermdi og miklu myrkri sló yfir hann. Þetta var ekki neitt venjulegur svefn, heldur nokkuð svonar dásvefn, því drottin gaf Abram þýðinga mikið vísdómsorð. Abram fekk vitneski niðja sína að þeir myndi í mörg hundruð ár lifa sem útlendingar í landi sem þeir ættu ekki og síðan fara þaðan með mikinn fjárhlut til landsins sem Guð hafði gefið Abram og niðjum hans. Og við höldum síðan áfram í næstu viku og sjáum hvernig þetta fór fram, hvað Abraham sá. Guð bless ykkur. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn skrifuð af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Lífets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.